Fundi fram haldið á Alþingi. Útbýtt á fundinum þingskjali 1613, rannsóknarleyfi og virkjanaleyfi, skriflegt svar ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Þingskjali 1630, áskrift af dagblöðum, tímaritum og öðrum miðlum, skriflegt svar félags- og barnamálaráðherra. Þingskjali 1633, nefndir, starfshópar, faghópar og ráð á vegum ráðuneytisins, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þingskjali 1635, málefni hinsegin fólks sem sækir alþjóðlega vernd, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjali 1641, upplýsingalög, nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Þingskjali 1642, upplýsingalög, breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Þingskjali 1643, ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi, skýrsla frá forsætisráðherra. Og þingskjali 1644, ráðgjafarnefnd afnám stjórnsýsluhindrana til að greiða fyrir frjálsri för innan Norðurlanda, nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Tekið fyrir að nýju annað dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 93/2017 breytingu á 4. viðauka, orku við EES-samninginn, 3. orkupakkinn. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það kom fram greinilega í sjöfréttum útvarpsins eða sjónvarpsins núna áðan að almenningur í landinu vill fá meiri kynningu á orkupakka 3. Það kom fram að almenningur vill fá þessa kynningu. Hann vill að það sé talað við sig. Þetta einmitt það sem við erum búin að halda hér fram, sem höfum verið að malda í móinn hér í nokkurn tíma, yfir því að kynning þessa máls, jafn illa og það úr garði gert, hafi verið í algjöru skötulíki. Þess vegna enn brýnna heldur en áður. Og ég held að skilaboðin séu þau sem komu fram áðan þegar fólkið á götunni var spurt hvað finnst þér? Þá held ég að það megi rýna í þau svör þannig að almenningur vill og þjóðin vill að þessu máli sé frestað til hausts og að sá tími sé notaður til frekari kynningar, til þess að ná breiðari samstöðu málið sem nauðsynlegt, algjörlega nauðsynlegt. Fyrrum forseti lýðveldisins talaði einu sinni það þegar stórt mál var undir að það væri gjá milli þings og þjóðar. Ég held að sú gjá hafi opnast aftur, herra forseti. Og það okkar sem erum hér á þingi, það okkar að sjá til þess að sú gjá lokist. Það okkar að byggja brú yfir þessa gjá milli Alþingis og þjóðarinnar. Og það gerum við ekki, herra forseti, með því að keyra þetta mál hér í gegn í offorsi, í blóra við vilja almennings. Það gerum við ekki þannig. Því var haldið fram hér úti á tröppunum áðan af forseta Alþingis að Miðflokkurinn væri að misnota þingræðið. Það alveg rangt. Miðflokkurinn og við sem stöndum hér í baráttunni erum að vernda og verja lýðræðið. Og hvað hefur þessi barátta nú í nokkra daga og nokkrar nætur haft í för með sér? Jú, einmitt það sem kom fram hjá fólkinu á götunni núna rétt áðan. Fólkið í landinu vill að þessi tala við það. Það vill að þessi komi fram við það eins og fólk. Það vill ekki láta tróðan í hálsmálið á sér einhverju máli
sem meirihluti þjóðarinnar er á móti, það vill ekki láta bjóða sér upp á það að hér séu stigin afdrifarík skref sem ekki er hægt að leiðrétta með góðu móti og fólkið í landinu einfaldlega krefst þess að við sem skipum þetta löggjafarþing að við vinnum málin sem við erum með til úrlausnar hverju sinni með vönduðum hætti. Herra forseti, upp á þetta skorti og hefur skortið þessu máli. Fyrir nokkrum dögum síðan og nokkrum nóttum síðan þá hófum við Miðflokksfólkið að ræða þetta mál djúpt. Á hverjum einasta degi eða hverju einustu nóttu hafa komið fram nýjar upplýsingar á hverjum einasta degi sem að styrkja þá umræðu sem við höfum staðið fyrir hér, sem styrkja þá skoðun okkar að málið sé illa úr garði gert, það séu á því verulegir annmarkar, að það brjóti jafnvel í bága við stjórnarskrá, að í því felist stærra og meira valdaafsal heldur en nokkru sinni fyrr. Og það eru þessi atriði, herra forseti, sem fólkið í landinu hefur áhyggjur af. Það vill ekki að framtíð barnanna þeirra og barnabarna sé ofurseld erlendu valdi. Það vill ekki að það sé gengið á svig við stjórnarskrá lýðveldisins. Þess vegna, herra forseti, á að fresta þessu máli nú þegar og taka það upp þegar líður á árið. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til þess að veita andsvar er hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, þakka þingmann fyrir ræðuna. Ég heyrði líka þetta viðtal við hæstv. Forseta Alþingis. Velti ég fyrir mér hvort að áhyggjur hans af þingræðinu miðuðust við einhverja sérstaka tímalengd umræðuna, því að öll þekkjum við nú að hæstv. Forseti hefur nú svo sem ekki legið neitt á því að ekki spara ræðustólinn sérstaklega á hans þingtíma. Það er hins vegar svolítið öfugsnúið að segja að þeir sem vilja ræða efnislegum þingmál og spyrja spurninga, leita svara, að þeir séu sakaðir það að vera að vinna eitthvað gegn þingræðum. Meðan að þingmenn sumir hverjir taka hér ekki þátt í umræðunum. Ég hygg að það verður kannski nær að velta því fyrir sér. Virkar þingræðið þannig að menn geti bara þagað, ekki svarað spurningum, ekki tekið rökræðuna, hrakið það sem við segjum, svarað spurningunum sem við höfum fram að færa og ef til vill reynt að telja eða snúa okkur í málinu. Það er að segja að efla eða fá fleiri til fylgis við málið, nema það sé þannig vaxið að hv. þingmenn treysta sér ekki til þess að standa hér og tala fyrir þessu máli. Eða skulum orða það þannig, svara þeim spurningum sem hafa vaknað. Hér hafa örfáir þingmenn talað fyrir málinu en orð þeirra og ræður hafa frekar vakið við spurningar heldur en hitt. Og mér langar að spyrja þetta þingmann hvort að það sé einhver ástæða til þess að hafa áhyggjur af því að þetta stóra orkupakkamál geti með einhverjum hætti verið svona lærdómur til að draga af fyrir þingið, það er að segja að þegar uppi eru mál að þessari stærðgráðu að við verðum einhvern veginn að hvetja þingmenn til að taka þátt í. Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Já, hv. þingmaður, er stuttasvarið. Auðvitað er fyrsta atriðið í því, náttúrulega öllum málum sem hér fara í gegnum þetta þing, að menn vandi til verka. Sérstaklega í stórum málum af þessari stærðargráðu sem varða þjóðarhag ekki bara nú stundir heldur til framtíðar. Og eins og ég sagði áðan,
mál sem ekki hægt að vinda ofan af, jafnvel þó að menn komist að því að hér hafi verið mistök gerð. Og það það sem við höfum bent á, að það sé veruleg hætta á því að hér sé verið að gera stór mistök. Og það eru fleiri og fleiri sem ekki voru endilega kallaðir fyrir utanríkismálanefnd eða aðdröganefnd sem koma nú fram á samfélagsmiðlum og annars staðar og segja nákvæmlega það sem við höfum verið að halda fram hér í þessari umræðu. Fyrirvararnir í málinu standast ekki. Ef hér verður lögsókn út af rangri innleiðingu stöndum við frammi fyrir skaðabótum. Þetta hafa fleiri en einn og fleiri en tveir sagt. Og síðast nú í morgun virtur lögmaður sem svaraði fullyrðingu hæstvirts forsætisráðherra frá því í gær með mjög afgerandi og skýrum hætti. Það það sem við þurfum að kappkosta, hv. þingmaður og herra forseti, það það sem við þurfum að kappkosta. Það það að við vinnum þetta mál með þeim hætti að það verði ekki okkur til skaða, þinginu til skammar þegar að fram í sækir og börnunum okkar og barnabörnunum til ógæfu. Það það sem við þurfum að treysta og tryggja akkúrat núna. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Hv. þingmaður nefndi hér í svari sínu sem ég þakka fyrir orð forsætisráðherra í dag, eða réttar sagt skrif héraðsdómarans Arnars Þórs Jónssonar vegna orða forsætisráðherra, þar sem að forsætisráðherra nú nokkuð leiðréttur með mjög og bent á að það ekkert í þessu máli öllu sem ríkisstjórnin búin að búa til sem kemur í veg fyrir að einkaaðili kunni að höfða mál gegn ríkinu og telja lögmenn sumir að það mál ríkið myndi tapa því máli og benda á ýmis rök fyrir því. Og þannig að þrátt fyrir forsætisráðherra sagt að engir lögmenn hafi einhver aðra skoðun en hún hélt uppi, að það var minnst 4 lögmenn sem hafa sagt annað. Og fyrst ber að nefna nýjustu skrif og þau skrif sem að héraðsdómarinn sem við nefndi hér áðan ritaði. Eyjólfur Ármannsson segir í sínum greinargerðum og varar við þessu og bendir á það. Eyjólfur Ármannsson, lögmaður sem starfar í Noregi. Og síðan það nú þannig að þeir félagar, Stefán Már og Friðrik Árni, benda á það í neðanmálsgrein 62 að hafni Orkustofnun umsókn fyrirtækis sem vill leggja sjálft rafstreng, tengja, þá gæti fyrirtæki snúið sér til ESA með kæru sem gæti endað með samningsbrotamáli gegn Íslandi og slík staða gæti reynst Íslandi erfið. Þetta ekki eitthvað, hv. þingmaður, sem er ástæða til þess að skoða ofan í kjölinn? Vegna þess og það engin skömm af því að taka mið af upplýsingum sem að koma nýjar fram ef að stjórnarmeirihlutin vill taka slíkar leiðbeiningar, þau ekki að hlusta á okkur. Og þá svarar andsvari síðan sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég hef áður hér úr þessu ræðustól minnst á tregðumanna við að játa á sig mistök eða játa það að þeir séu ekki alveg á réttri leið og það sé kannski skynsamlegra að velja aðra leið. Í þessu máli hér og nú ekki pláss fyrir svona prívat stolt. Það ekki pláss fyrir það að þingmenn, að stjórnmálamenn geti ekki gengist við því að þeir hafi valið ranga leið og vilji víkja af henni og fara réttari og betri leið í ljósi nýrra og betri upplýsinga vegna þess að ég næstu því viss um eitt. Ég næstu því viss um það að margir þeir þingmenn sem að höfðu í upphafi vega efasemdir þetta mál og ég held fram
úr þessum stól að hafi jafnvel verið blekktir til þess að fylgja málinu með því að veifa framan í á þessum fyrirvörum og segja: nú allt í gadda slegið, við erum með fyrirvara hérna sem eru ótvíræðir, það óhætt að styðja þetta mál. Og menn meira sem sögðu það hér í fyrstu umræðu, sem voru efasemdamenn áður. Þeir sögðu: ég var ekki viss þetta mál, en þegar ég heyrði af þessum fyrirvörum þá var ég rólegur og sagði: nú styð ég málið. Ég trúi ekki öðru heldur en að það hefur unnið 2 grímur á þessa þingmenn. Og ég trúi ekki öðru heldur en að þeir núna muni segja eins og við: er ekki rétt að staldra við, er ekki rétt að fara betur yfir þetta mál. Það er risastórt, það er ekki pláss fyrir mistök í þessu máli. Þannig að við skulum vanda okkur, skulum fresta málinu. Og þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og mjög þörf umræða sem hv. þingmaður opnaði hér, þar að segja gjána milli þings og þjóðar. Þetta er mjög mikilvægt í þessu sambandi að almenningur sé vel upplýstur þetta mál. Vegna þess að það varðar komandi kynslóðir, það varðar áratugi fram í tímann og ég hef nú sagt það hér áður að það virðist vera svona eitthvað í, í þjóðarsálinni, og manni finnst stundum að Íslendingar hugsa ekki nógu langt fram í tímann. Kínverjar hugsa 100-200 ár fram í tímann og margar þjóðir eru með ýmsar áætlanir. Við sjáum það að Evrópusambandið er með áætlanir, svo fram kemur í skýrslu sem ég rakti hér fyrr á vegum ráðherranefndarinnar einmitt orkumálin, að þeir eru að hugsa að minnsta kosti til 2050. Þannig að í því ljósi er náttúrulega mjög einkennilegt að áhugaleysi margra þingmanna á þessu máli. Mér telst til að það séu það bil 20 þingmenn hér sem hafa ekkert tekið til máls í þessu stóra og mikla máli. 20 þingmenn. Það er talað um að séu 52 þingmenn sem séu fylgjandi þessu. Það eru 20 sem hafa aldrei tjáð sig um málið. Það sýnir að það er full þörf á að ræða þetta mál og halda því fram hér að þetta sé full rætt og við sem að tefja málið eru náttúrulega útúrsnúningar. En þetta er innlegg inn í umræðuna akkúrat milli gjá milli þings og þjóðar eins og hv. þingmaður nefndi. Er það ekki hlutverk okkar hér að halda uppi virkri umræðu og upplýsingaöflun til almennings og þingmenn verði virkir í þessari umræðu? Er það ekki til þess að reyna að brúa þessa gjá? Og þá andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það er skylda okkar og við kjörnir fulltrúar hér á Alþingi höfum margar skyldur. Við höfum náttúrulega skyldur í stjórnarskrána sem við höfum svarið eið. Í þessu máli er, svo maður tali varlega, allavega reynt verulega á þanþol stjórnarskrárinnar. Jafnvel að hún sé ákvæði hennar séu brotin. Og það þýðir ekki að segja: já, við erum svo oft búin að stíga skrefið alveg út á línuna sem stjórnarskráin þolir. Það eru ekki rök, herra forseti. Við berum líka skyldur gagnvart fólkinu í landinu að vanda okkur við þau þingmál sem við afgreiðum, hvað þá þegar þau eru af þessari stærðargráðu eins og ég hef áður sagt. Og það er skylda okkar þess vegna að koma í veg fyrir það þegar við finnum á okkur, þegar við vitum, þegar við fáum rök á hverjum degi og ný rök á hverjum degi það að hér sé verið að gera mistök. Þá berum við þá skyldu að móa við
segja nei, hingað og ekki lengra, skoðum málið, leitum breiðrar samstöðu, það líka skylda okkar. Við sem höfum staðið núna í því að halda uppi andófi við þessu máli, við erum ekki bara að hugsa okkar kjósendur, þó að auðvitað viljum við standa við okkar kosningaloforð, öndvert þar sem að ríkisstjórnarflokkarnir þrír eru núna að svíkja akkúrat í þessu máli. En það ekki það sem málið snýst um. Málið snýst það að hér verði ekki gerð óendurkræf mistök. Það það sem við viljum koma í veg fyrir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, þetta mjög mikilvægt innlegg hjá hv. þingmanni að hér verði ekki gerð óendurkræf mistök. Og það snýst þetta mál að við erum hér að fara að innleiða, eða stjórnvöld, ríkisstjórnin og þeirra meðreiðar sveinar eða flokkar sem styðja þetta mál, að innleiða hér orkutilskipun Evrópusambandsins sem kölluð orkupakki 3 til framtíðar. Það verður ekkert aftur snúið og maður velti fyrir sér ekki þá nema bara hreinlega að segja upp EES-samningnum. Við Miðflokksmenn höfum ekki talað fyrir því. En hins vegar þessi samningur náttúrulega engan veginn svo sami og lagt var upp með í upphafi og að því leytinu til full bara mikilvægt í okkar huga að við skoðum kosti og galla þessa samnings. Það allt annað heldur en að vera með fullyrðingar að segja honum upp. Fyrst og fremst eigum við náttúrulega bara að nýta okkur þann rétt sem við höfum samkvæmt samningnum og standa keik í þeim efnum, að vera ekki að láta okkur hræðslu áróður þess efnis að samningurinn verði í uppnámi ef honum verður sagt upp og svo framvegis að hafa einhver áhrif á okkur. Ég myndi segja að þetta væri svona ákveðin samningatækni og ég held hún sé komið að hluta til frá Evrópusambandi og hugsanlega frá Noregi líka, þar sem þeim sem eru fylgjandi samningnum þar. En ég bara þakka hv. þingmanni til að vekja máls á þessu að það mjög mikilvægt að halda því til haga að það verður ekki aftur snúið ef þetta verður samþykkt og við sjáum bara afleiðingarnar á orkupakka 1 og 2, hærra orkuverð til heimila og fyrirtækja í landinu og nú verið að taka ennþá stærri skref sem að við sjáum fyrir okkur að getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir okkur sem þjóð og heimilin og fyrirtækin í landinu. Og þá svarar andsvar síðar sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það svo að þeir sem eru ekki á sama máli og við í þessu máli, þeir þurfa ekkert að hlusta á okkur. Þeir þurfa ekkert að taka mark á okkur. Það sem þeir þurfa að gera að hlusta á ráð færustu sérfræðinga á Íslandi og taka mark á þeim og hafa gæfu til þess að segja við sig sjálfa: ekki rétt að athuga þetta mál aðeins betur. Og nú horfi ég til dæmis til hæstv. Forsætisráðherra, sem kona sem ég ber mikla virðingu fyrir og hef tröllatrú á. Og nú þegar hún búin að átta sig á því að það sem hún sagði hér í gær ekki alls kostar rétt, vegna þess að það eru til lögmenn, ekki bara einn og ekki bara tveir, sem segja ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn á rangri braut í þessu máli, góðfúslega snúið af þeirri braut og vinnið málið betur, frestið því, leitið að betri fyrirvörum, haldbetri, eða réttara sagt,
farið að ráðum bestu manna og hafnið pakkanum og sendið hann í sáttaferli í sameiginlegu EES-nefndina. Og ég hef tröllatrú á því að forsætisráðherra hæstvirtur að hún muni bregðast við. Ég hef tröllatrú á því. Og hún má vera viss það að ef hún og hennar stjórn gerir þetta, þá get ég sagt við hæstvirtan forsætisráðherra, hún gengur ekki ein í því máli ef hún vill fara betri leið á þessu máli heldur en áður. Þá var andsvörum lokið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil hér aðeins koma inn á orkupakka 4 sem ég tel full þörf á og við höfum verið að koma inn á hér í okkar ræðum. Ég hjó sérstaklega eftir því að það var viðtal við hv. þingmann Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur á netmiðlunum núna í dag, held ég. Það sem hún sagði, hennar skoðun sú að það eigi að aðgreina þessa pakka. Þetta séu bara að taka hvern pakka fyrir sig. Ég algjörlega ósammála þessu. Ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt að fara vandlega yfir orkupakka 4 áður en að orkupakki 3 verður væntanlega samþykktur. Við hefðum viljað sjá undanþágu frá honum og vonandi verður það. Kannski kemur það á daginn að stjórnvöld átta sig hér á síðustu metrunum hvað mikið í húfi og hlusti á eitthvað af okkar ábendingum sem við höfum lagt hér fram með málefnalegum hætti. Ég tek það fram. Það er annað en sumir stjórnarþingmenn sem hafa sett fram hér fullyrðingar sem standast ekki. Og ég nefni til dæmis bara fullyrðingar það að raforkuverð hafi ekki hækkað við innleiðingu orkupakka 1 og 2. Það er bara rangt. Það hefur hækkað heilmikið og við erum búin að sýna fram á það hér. Og ég hef gert það bæði í ræðu og riti. En allavega þá er orkupakki 4 með þeim hætti að hann eflir ennþá frekar þetta yfirþjóðlega vald, það að segja, og þess vegna er mjög líklegt að þar verði spurningin stjórnlagaþáttinn, það er að segja hvort þetta standist stjórnarskrá eða sé andstætt stjórnarskrá, að sú umræða verður háværari og sú krafa verður ríkari að það verði skoðað nánar ofan í kjölinn. Og það verður að segjast eins og herra forseti, að það er ótrúlegur málflutningur hjá stjórnarliðum að ætla sér að fresta þessu. Það má bara spyrja sig að því hvort að það sé ekki bara andstætt stjórnarskrá, í raun og veru stjórnarskrárbrot, að ætla að fresta því að taka á þessum þætti þegar sæstrengur kominn. Ég held að það sé bara álitaefni hvort að það sé í raun og veru samkvæmt stjórnarskránni að gera það. En það er sem sagt þessi Orkustofnun Evrópusambandsins sem við höfum nefnt hér og er nefnd ACER, sem fær aukin völd í orkupakka 4 og það sem framkvæmdastjórnin á að ástunda mun strangara eftirlit með þessari kerfisáætlun í raforkumálum og bæta orkunýtingu og stuðla að orkuskiptum. Stefnan er sem sagt þessi að það verði hnökralaust net milli landa, tengingar milli landa. Það er meginstefnan sem á síðan að tryggja það að orkan streymi vandræðalaust frá þeim svæðum þar sem orkuverðið er lágt yfir þá á svæði sem orkuverðið er hærra. En þannig er staðan alls ekki núna. Það þarf líklega að þrefalda núverandi aðflutningsgetu á milli landa Evrópusambandsins til að svo verði. Og
Niðurstaðan verður sem sagt þetta samræmda evrópska orkuverð sem verður síðan mun hærra heldur en við Íslendingar höfum nokkurn tímann séð og þar sjáum við þessa gríðarlegu hagsmuni okkar að hér haldist raforkuverðið lágt en það verið að taka mikla áhættu með því að innleiða þessa tilskipun að svo verði ekki. Og maður velti því fyrir sig hvers vegna eigum við að vera gefa undir fótinn með þetta að vilja taka upp þetta sameiginlega markaðskerfi, vera þátttakendur í því gegn því að tengjast einhverjum sameiginlegum markaði. Þetta eitthvað sem við erum að gera með þessari tilskipun. Við erum að gefa undir fótinn að við viljum vera þátttakendur í þessu. Það bara staðreynd og þeir sem að greiða atkvæði sitt með þessu eru að gera það. En herra forseti, ég segi að tíminn líður hratt og verð að halda áfram með þessa ræðu hér næst og óska eftir ef að settur aftur á mælendaskrá. Forseti verður við þeirri beiðni hv. þingmanns en minnir jafnframt á að virða tímamörk. Það eru 2 hv. þingmenn sem hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til þess að veita andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að setja 4. orkupakkann á dagskrá hér í kvöld og ég held að við eigum eftir að ræða hann töluvert meira, að minnsta kosti tel ég það nauðsynlegt. Ég er líklega ekki að ljóstra upp nein leyndarmál þegar ég segi að við erum að vinna í því samhliða þessum umræðum að afla okkur upplýsinga þennan 4. orkupakka. Enda virðist manni augljóst að það sé ekki hægt annað en að skoða þann 3. í samhengi við þann 4. nú þegar hann liggur fyrir. Og nú hefur komið fram að 4. orkupakkinn hefur þegar verið sendur til ríkisstjórnar Noregs, svoleiðis að hún geti innleitt þann pakka í framhaldi af þeim 3. og þá væntanlega þess sama að vænta hér á landi. Þess vegna þóttu mér ummæli hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur sem að hv. þingmaður Birgir Þórarinsson vísaði til mjög sérstök, að menn ættu að skoða þessa pakka hvern fyrir sig. En þeim mun merkilegri þóttu mér þau ummæli í ljósi þess að þeir tiltölulega fáu stjórnarliðar og hv. þingmenn úr stuðningsflokkum ríkisstjórnarflokkanna í þessu máli sem hafa tjáð sig eitthvað þetta mál, svo heitið geti, hafa leitast við aftur og aftur að setja því samhengi við fortíðina, stilla því upp, það að segja 3. orkupakkanum, sem óhjákvæmilegri afleiðingu af 1. og 2. orkupakkanum og svo því sem hafi gerst síðan þá. Þess heldur skyldi maður ætla að menn vildu ræða 4. orkupakkann. Eða hvernig telur hv. þingmaður að umræðan verði þegar 4. orkupakkinn kemur ef búið að samþykkja þann 3. á þeim forsendum að hann sé óhjákvæmileg afleiðing af fyrri innleiðingum? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég held að það liggi nú alveg ljóst fyrir hvernig umræðan 4. orkupakkann verður. Hún verður á þá leið að við verðum að samþykkja hann vegna þess að við erum búin að samþykkja orkupakka 1, 2 og 3. Og þess vegna held ég að þetta verði aðferðafræðin þegar kemur að því að þurfa að innleiða orkupakka 4. Nú, það sem hins vegar mjög athyglisvert við þetta mál og hv. þingmaður kom inn á það í sínu máli að nú hefur norska ríkisstjórnin fengið þessar gerðir og tilskipanir og 4. orkupakka og sent þær út til umsóknar. En við hins vegar fáum engar fréttir af þessu. Ríkisstjórnin heldur þessu þétt að sér og ég verð að segja það, herra forseti, mér finnst þetta bara vera ákaflega slök vinnubrögð.
auðvitað eigum við að fá upplýsingar og umsagnir fjórða orkupakkann jafnhliða þriðja orkupakkanum vegna þess að þetta eru bara ófrávíkjanlegar tengingar þarna á milli og það bara hluti af þessari upplýstu umræðu að við sjáum hvert við erum að stefna. Það er alltaf þetta viðhorf og á sérstaklega við þessa ríkisstjórn að það er bara rétt svona tekið svona allra minnstu skrefin. Það er ekkert horft fram á veginn, hvernig þetta kemur til að þróast. Það vantar alla heildarmynd, alveg eins og að fresta því að taka á stjórnskipulega þættinum þar til að sæstrengur kemur. Það er alltaf verið að fresta öllu því sem heitir svona erfitt og þarfnast ítarlegri og betri umræðu. Þess vegna stingur það mjög skökku við að þetta eigi bara að renna hér í gegn, herra forseti. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég myndi halda því fram að ef menn nota fyrsta og annan orkupakkann sem rökstuðning fyrir óhjákvæmileika þess að innleiða þann þriðja, þá verði ekki aðeins erfiðara fyrir vikið að innleiða eða hafna innleiðingu þess fjórða, heldur geti það orðið nánast ómögulegt. Og það sem ég á við með þessu, ástæðan fyrir því að ég tel þetta sé svona, er annars vegar sú að fyrsti og annar orkupakkinn hét upphaflega fyrsta og önnur raforkutilskipunin og voru tilskipanir ólíkt reglugerðunum sem að mynda þriðja orkupakkann. Tilskipanir gefa ríkjunum meira frelsi til þess að aðlaga þær að aðstæðum, frelsi sem Íslendingar hins vegar kannski nýttu ekki, heldur gerðust kaþólskari en páfinn eins og menn hafa nefnt hér fyrir í umræðunni. En þriðji orkupakkinn hins vegar samanstendur af reglugerðum sem að beinlínis kalla á framhald. Þær eru nánast eins og grunnur sem að þriðji orkupakkinn er byggður á. Það má líkja þessu við að fyrsta og önnur raforkutilskipunin hafi verið svona nokkurs konar bráðabirgðahúsnæði eða tjöld sem hægt var að færa til, en með þriðja orkupakkanum er verið að steypa grunn. Og svo sjáum við hvernig teikningarnar eru. Við sjáum hvað Evrópusambandið ætlar að byggja þar ofan á. Er reyndar byrjað á því með breytingatillögum eða breytingum á þriðja orkupakkanum og svo kemur svo fjórði. Þannig að spurningin er þessi, herra forseti: hverjar verða varnir Íslands gagnvart breytingum á þriðja orkupakkanum sem þegar hafa verið innleiddar í Evrópusambandinu og svo fjórða orkupakkanum ef að menn klára að innleiða þann þriðja að fullu eins og stefnir í? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, hverjar verða varnir Íslands? Þetta er mjög mikilvæg spurning. En ég held hins vegar að það liggi bara ljóst fyrir að ríkisstjórnin er áhugalaus það að halda uppi vörnum ef svo má orðið komast. Við sjáum það bara í því að kristallast í því að ríkisstjórnin er ekki tilbúin til þess að fara þessa leið, þessa lögformlegu leið sem við höfum, að fara með máli fram fyrir sameiginlegu EES-nefndina. Það er rétti vettvangurinn til þess að leysa deilumál. Ríkisstjórnin er ekki tilbúin að fara þá leið. Hún átti að fara leið sem er kölluð næst besta leiðin ef að svo má orðið komast. Setja fyrirvara sem að verða einhliða. Það er margsýnt sig að Evrópusambandið er ekki hrifið af undanþágum eða fyrirvörum og hvað þá einhliða fyrirvörum. Þannig að ég held að það sé bara alveg dæmt til að mislukkast. Þannig að ég vil nú segja það að varnir Íslands í þessum efnum eru ákaflega léttvægar. Það er verið að fara þarna einhverja fyrirvaraleið sem
bara núna í dag var að koma bara frá héraðsdómslögmanni mjög merkilegt svona innlegg inn í þá umræðu að þeir fyrirvarar komi aldrei til með að halda vegna þess að það er búið að skilgreina raforku sem vöru og ef við ætlum að fara að hindra það að varaflæði hér fram og tilbaka eins og hann á að gera í samkvæmt EES-samningnum að þá er það bara málaferli og við verðum bara dæmd. Þetta er nákvæmlega sama og í kjötmálinu svokallaða sem við höfum rakið hér. Þannig að niðurstaðan er þessi, herra forseti, að það er ekki verið að halda uppi neinum trúverðulegum vörnum hvað okkur varðar. Og þá veitir ansvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir ræðuna. Ég veit að hann er alls ekki búinn með allt það sem hann vildi segja í þessu máli, en ég hjó sérstaklega eftir því að hann fór að velta fyrir sér skilgreiningu á orku og að mínu viti er skilgreiningin á orku eins og hún lítur við Evrópusambandinu, þá er litið á hana sem vöru. Og þá langar mig að spyrja hv. þingmann hvort hann hafi hugmynd um það hvar sú skilgreining endar. Vegna þess að ef við erum að tala um orku hér á Íslandi, þá snertir það væntanlega auðlindir, ár og vötn og nú þegar er farið að ræða um virkjunarkosti. Og að þessu sögðu finnst mér líka mjög mikilvægt eins og hv. þingmaður kom inn á hér áðan að það er nauðsynlegt að við skoðum alla þessa pakka í samhengi. Ég vildi óska þess að það hefði legið ljóst fyrir strax með orkupakka 1 hvað það væri til í orkupakka 2, 3, 4, 5 og svo framvegis. En aðallega þetta sem ég er að velta upp, það er hvar drögum við línuna á skilgreiningu á orku sem vöru. Og þá eru auðlindirnar undir. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og þetta er að sjálfsögðu mjög áhugavert að velta þessu fyrir sér. Hvar endar þessi skilgreining á því hvað sé vara í augum Evrópusambandsins og þá fjórfrelsisins eins og kallað er. Það átti náttúrulega engin von á því að það ætti eftir að skilgreina raforku sem vöru og hún myndi lúta sömum lögmálum og aðrar vörur í þeim efnum, en það er nú orðið veruleikinn og við sjáum bara hvað það hefur þýtt fyrir okkur. Þessi markaðsvæðing raforkunnar hefur ekki orðið okkur Íslendingum til góðs. Ég fullyrði það hér. Það eru þingmenn sem telja svo að hér hafi skapast mikilvæg samkeppni, neytendavernd og svo framvegis. Þetta bara stenst ekki skoðun. Og ef það er einhver samkeppni þá held ég að hún flokkist bara sem nokkurs konar gervisamkeppni og það hafa nú fræðimenn meðal annars ritað og sýnt fram á það að þessir hlutir hafa bara reynst okkur illa. Það er bara kjarni málsins. Þannig að auðvitað veit maður ekki hvar þetta endar. Við eigum náttúrulega mjög dýrmætar auðlindir. Við eigum til dæmis bara vatnið okkar sem er náttúrulega mjög okkar hreina og tæra vatn sem er mjög mikil auðlind. Þannig að ég segi fyrir mitt leyti, hv. þingmaður, að þetta hefur bara ekki orðið okkur til góðs og þess vegna eigum við að læra af reynslunni hvað þetta varðar og stíga mjög varlega til jarðar þegar kemur að innleiðingu þessa orkupakka.
Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Hanna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir svarið. Það er alveg rétt að raforka og orka er ein af okkar grunnstoðum okkar samfélags og ég held að allavega fannst mér ég lesa það úr frétt Ríkissjónvarpsins hér áðan að við ættum ekki að fara með það sem samkeppnisvöru heldur líta á það sem okkar grunnstoð og eitt af okkar bara grunngildum, ef ég get orðað það þannig. Langar aðeins að heyra í hv. þingmanni hvað hann langar aðeins að venda mínu kvæði í kross, ef svo má segja, því að ég hef töluvert velt því fyrir mér hvað væri hver snertiflöturinn væri gagnvart stjórnarskránni og mögulegu stjórnarskrárbroti förum við þessa boðuðu leið ríkisstjórnarinnar og langar aðeins að minnast viðtals í Morgunblaðinu frá því rétt fyrir áramótin 2018 þar sem haft var eftir hæstv. ráðherra Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur að hún teldi það að það færi töluvert nærri stjórnarskránni að fara þessa leið. Mig minnir að hún hafi látið þessi orð falla hér í þingsal og þá er ég að inna hv. þingmann eftir því hvað hann telji að hafi gert það að verkum að hæstv. ráðherra virðist hafa skipt skoðun þar sem núna eigi að setja málið svona hratt og örugglega í gegn og því sé haldið fram að það sé ekkert mál og þetta snerti okkur ekki á neinn máta, ef svo má segja. Og þá svarar andsvari síðar sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og jú, það er nú þannig að hér hafa bæði hv. þingmenn og fyrrverandi ráðherrar skipt rækilega skoðun þegar kemur að þessum efnum og við höfum svo sem tíundað það hér að það sem vekur náttúrulega kannski mesta athygli eru sinnaskipti Vinstri grænna sem voru á móti þessum orkupakka 1 og 2 á sínum tíma, fluttu góðar ræður og haldbær rök í þeim efnum og hins vegar vilja þeir bara sem minnst vita af þessari umræðu núna, tjá sig ákaflega lítið hana sem vekur náttúrulega eftirtekt og það er ekki að sjá annað en að sá flokkur hafi bara hreinlega fallið frá sínum hugsjónum hvað þetta varðar og sé bara farin að aðhyllast markaðslausnir og markaðskerfi með því að styðja það að við verðum þátttakendur í væðingu raforkunnar á sameiginlega evrópska efnahagssvæðinu, að það eru mikil sinnaskipti hjá flokki sem hefur nú svona ekki verið talinn markaðssinnaður flokkur svo vægt sé til orða tekið hvað það varðar. Þetta vekur allt mikla athygli og ég hef nú sagt það hér áður að mér finnst þó að þessir aðilar, þessir hv. þingmenn, þessir flokkar sem hafa skipt svona rækilegum skoðun, að þeir skuldi þá kjósendum útskýringar á því hvers vegna. Og síðan er það annað rannsóknarefni náttúrulega að hvernig þeir fara á skjön við grasrótina og sinn stuðningshóp. Og þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Ég hef hér verið í ræðu minni að fara yfir vangaveltur og spurningar sem að lúta að tengingunum milli 3. og 4. orkupakka og það er að segja hvaða spurningar sé eðlilegt að skoða í samhengi vegna þess að
allt þetta ein samfella. Og mun ég nú, ef tækifæri gefst til, fara hér síðar yfir minnisblað sem kom frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti í 2004, þar sem farið er yfir þær óskir aðlaganir og annað sem Íslendingar fóru fram á sínum tíma. Mér langar að nefna eitt áður en að lengri haldið, hæstv. Forseti, að í þessu blaði, minnisblaði, og þetta kann að skipta máli í umræðum sæstreng, er að Noregur á sínum tíma óskar eftir undanþágu frá gerð 72/2009. Áður hafði nú verið því hafnað að Ísland væri lítið einangrað kerfi, en undanþága Noregs, Noregur, með leyfi forseta, segir þessu minnisblaði frá iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu sínum tíma, atvinnuvegaráðuneytinu fyrirgefiði, Noregur óskaði eftir undanþágu frá því að tilskipunin gilti raforkuflutning til olíuborpallanna á landgrunni Noregs. Framkvæmdastjórnin samþykkti ekki aðlögunina. Tilskipunin gildi því starfsemi í sérefnahagslögsögunni og landgrunni aðildarríkjanna. Nú er það spurning, virðulegur forseti, því að einhverjir hafa velt því upp að það geti ekki verið að þessi gerð gildi landgrunnið, hafbotninn. En ég fæ ekki betur séð en að 2014 hefur þegar verið kveðið upp úr það af hálfu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, þegar að Noregur reyndi að fá undanþágu fyrir raforkuflutninga til olíuborpallanna sinna, sem ég geri ráð fyrir að séu sæstrengir, strengir sem eru lagðir að hafsbotninn til borpallanna, að þá samþykkti framkvæmdastjórnin ekki aðlögunina og vegna þess að tilskipunin 72/2009 gildi starfsemi í sérefnahagslögsögunni EEZ og landgrunni aðildarríkjanna. Ég ætla að vona að þeir sem hafi haldið því fram að þessi tilskipun gilti ekki þá landgrunni á Íslandi velti þessi fyrir sér hvort að það sé annað íslenska landgrunni og hið norska. Nú er ég ekki það fróður í þessum lögum að geta rauninni fundið það út, en mér dettur reyndar bara ekki í huga svo sé. Landgrunn aðildarríkjanna að EES svæðinu hlýtur alltaf að vera túlkað eins, eða með sama hætti. Og því hlýtur að vera býsna ljóst að þarna er að ræða enn eitt atriði sem að þyrfti að ræða og fá kannski skýrari mynd á. Og ég er ekkert viss það, virðulegur forseti, að fylgjendur þessa máls hafi gert sér einmitt grein fyrir því að Evrópusambandið lítur svo á að gerðin gildi ekki bara fastalandið, heldur líka hafsbotninn innan lögsögu hvers ríkis. Þetta var nú svona viðbótar, ég verð nú viðurkenna það, forseti, ég var nú búinn að lesa þetta yfir nokkur síðan en ekki búinn að koma því hefði kannski átt að gera það fyrr. En þetta er mjög mikilvægt atriði og þetta er í minnisblaði, þannig að það sem ítrekkað hér ræðustól, þetta er í minnisblaði atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, skrifstofu Orku og iðnaðar, og það er utanríkismálanefnd sem fær þetta sent, minnisblaði dagsett 28. apríl 2014. En að þeim spurningum sem ég var að velta fyrir mér og tengist það vitanlega þessu að einhverju leyti, og nú má velta fyrir sér að innleiðing 72/2009, hvort að hún feli þá í sér valdaframsal sem að samræmist ekki stjórnarskrá, erum við hugsanlega að framselja einhvern vald yfir landgrunnin okkar. Hefur þetta mál verið reifað, hæstv. Forseti? Ég man ekki eftir að sé það, kannski hefur þetta bara svona runnið framhjá og kannski telja menn þetta sé innifallið í öðrum gerðum. En er það þannig að við séum með þessu að afsala okkur því hvaða við setjum niður á botninn í okkar efnahagslögsögu, hvort sem við erum rafstrengir eða eitthvað annað? Og tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvör og fyrstur til þess að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni hér fyrir afar áhugaverða ræðu og innlegg inn í þessa umræðu sem hefur ekki komið fram hér fyrr. Að þegar við lítur að landgrunninu og hafsbotninum þá þetta grundvallarspurning sem þarf að svara, hvort að við séum að afsala okkur einhverjum réttindum þar. Og þetta sem hv. þingmaður nefndi hér og rakti hvað Noreg varðar er mjög athyglisvert og þetta sýnir það bara að það eru margir fletir á þessu máli og ávallt að koma eitthvað nýtt upp á yfirborðið sem þarf að skoða nánar og fá svör við. Hvað hafsbotninn varðar að þá, ef það verður búið að leggja þá sæstreng sem kemur til með að koma, hvað mun það þýða? Hvað mun það þýða fyrir okkar fiskiskip? Nú það svo að það verður nú að fara varlega þar sem að svona kaplar liggja á hafsbotni og getur það ekki haft áhrif á jafnvel fiskveiðar og svo framvegis. Þannig að það er ýmislegt sem þetta spilar inn í og alvarlegt mál ef við þurfum að fara að afsala okkur einhverjum réttindum á landgrunninu og því sem við höfum barist fyrir árum og áratugum saman og hefur skilað okkur þeirri velmegun sem okkar auðlind fiskistofnarnir hafa gefið okkur. Þannig að þetta er efni sem þarf svo sannarlega að fara yfir og ég þakka hv. þingmanni enn og aftur fyrir að hafa komið inn á þetta. En mér langaði svona kannski að spyrja hann aðeins nánar hvað þetta varðar og þá Noreg. Að nú það komið í ljós að þeir Norðmenn setja þarna fyrirvara, eða norski verkamannaflokkurinn, og það næst svona samstaða í Stórþinginu að séu þarna fyrirvara sem síðan Evrópusambandið virðist ekkert vilja hafa með. Og hvað má áætla að verði niðurstaða þessa máls, hv. þingmaður? Telur hv. þingmaður að það verði niðurstaða sem komið frá stjórnlagadómstólnum sem geti haft fordæmisgildi hvað okkur varðar? Tek afsökunarbeiðnina gilda frá hv. þingmanni en minni ítrekað á að verða tímamörk. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, þakka þingmanninum fyrir andsvarið. Ég treysti mér ekki til þess að svara því lögfræðilega hvaða fordæmi eða áhrif niðurstaða stjórnlagadómstólsins í Noregi kann að hafa. Mögulega hefur það engin áhrif en mögulega getur það haft áhrif eða gefið vísbendingar um það hvernig skulum orða það þannig, hvernig fyrirvarar sem eru gerðir með þessum hætti einhliða hvers virði þeir eru. Og ég get ekki ímyndað mér að það sé einhver munur á því í Noregi og Íslandi ef að ríkisstjórn gerir fyrirvara gagnvart sjálfu sér að það sé einhver önnur túlkun á því. En það er hins vegar áhugavert reyndar og væri kannski vert að reyna að leita aðeins að því hver viðbrögð Norðmanna voru við því á sínum tíma þegar að ljóst var að þeir fengju ekki þessa undanþágu frá 72/2009 varðandi raforkuauglýsingar til olíuborpallana. Ef að það er þannig að þeir hafi innleitt tilskipunina án þess að fá einhvers konar svigrúm, þetta er síðan 2014 þetta minnisblað, þá er það, myndi ég segja, verulegt tilefni til þess að staldra við fyrir Ísland. Þegar ég man ekki eftir því í nefndaráliti utanríkismálanefndar eða atvinnuveganefndar, í nokkru þeim gögnum sem við höfum séð, kann að vera að ég mun ekki eftir að hafa lesið það eitthvað af áleitum sérfræðingana, ég ætla ekki að fullyrða það, að einhver hafi minnst á landgrunnið og efnahagslögsöguna. Og mér finnst það að setja máli í nýtt samhengi ef við förum að velta því fyrir okkur. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, þetta er svo sannarlega nýr flötur á málinu og
og margar spurningar vakna einmitt hvað þetta varðar. Hver eru áhrifin á landgrunnið og efnahagslögsöguna? Það verður, herra forseti, að fá svör við svona álitlum spurningum áður en lengra er haldið. Ég held að það sjái það allir hvað er mikið í húfi í þessum efnum, og ef það eru þarna einhver dæmi frá Noregi sem sýna fram á það að hugsanlega gæti verið þarna afsal á réttindum yfir landgrunn og fiskveiðilögsögu, að þá er það náttúrulega mjög alvarlegt mál. Það kann að vera að þetta sé eitthvað sem við þurfum ekki að hafa áhyggjur af, en þá þarf að fá það staðfest. Það er nú bara það sem skiptir öllu máli í þessu, og þannig að það verður þá ekki einhver síðar meira einhver álitaefni sem að mönnum þá yfirsást eða gerðu enga fyrirvara við eða höfðu engar áhyggjur af. Það er ekki hægt að fara þannig með svona mál sem að varðar svona gríðarlega hagsmuni að það sé eitthvað óljóst hvað varðar okkar réttindi í þessum efnum, þessum mikilvægu réttindum sem að lúta að efnahagslögsögunni og fiskveiðilögsögunni. Þannig að ég vil bara nota tækifærið og þakka hv. þingmanni enn og aftur fyrir að vekja athygli á þessu máli, og það hefði nú verið gott að hér hefði til dæmis formaður utanríkismálanefndar verið í salnum og getað komið inn í þessa umræðu sem við höfum bent á margsinnis að það er mjög einkennilegt og dapurlegt að þingmenn aðrir en Miðflokksmenn skuli ekki vilja taka þátt í þessari umræðu hér með okkur og velta fyrir sér hlutum eins og þessum sem hv. þingmaður gerði hér svo ágætlega. Og þá svarar hann þar í síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég held að það væri nú kannski vel til fundið að fá rauninni bara úr því skorið, og hugsanlega getur hæstv. Iðnaðar-, ferðamála-, viðskiptaferðamála-, nýsköpunarráðherra, dómsmála komið hér í salinn og upplýst okkur það hvort að það sé einnig skilningur ráðuneytisins sem að á sínum tíma skrifa þetta minnisblað að þetta eigi einnig við landgrunnið og efnahagslögsögu Íslands. Mig langar aðeins að taka þessa vangaveltu örlítið lengra. Ef það er þannig að við innleiðum þetta og samþykkjum það að 72/2009 eigi við efnahagslögsögu og landgrunn Íslands, erum við þá búin að hugsanlega gefa fordæmi fyrir því að einhvers konar aðrar gerðir, tilskipanir eitthvað allt annað málefni hugsanlega komið frá Evrópusambandinu, segjum einhvers konar nýtingu málma eða eitthvað slíkt í hafsbotninum inn á landgrunnu, að þessi komið þá fordæmi fyrir því að við höfum gefið eftir umsýslu, völd, stjórnun á landgrunnu. Erum við búin að búa til eitthvað fordæmi? Þetta er pæling sem ég held að eigi alveg rétt á sér. En ég myndi nú kalla eftir því, virðulegur forseti, að við fengjum skýringu á því hvort að það sé þannig að með því að innleiða 72/2009 að þá séum við að viðurkenna þessi tilskipun gildi einnig efnahagslögsöguna og landgrunnið. Því að það setur aðeins málið í svo ekki kannski sé meira sagt en í stærra samhengi. Og ennþá, virðulegur forseti, það þrengir ennþá meira möguleika Íslands væntanlega til þess að standast málsókn gagnvart einkaaðila sem vill leggja sæstreng í efnahagslögsöguna og nota til þess landgrunnið íslenska ef að slíkur aðili myndi hafa þetta mál fyrir EFTA-dómstólnum. Og þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessar upplýsingar sem eru dálítið mikilvægar í ljósi alls sem við höfum nú verið að ná fram með því að halda þessu máli vakandi hér innan þingsins. Mér finnst mjög áhugavert að Noregur hafi virkilega óskað eftir þessari undanþágu hvað varðar sæstrengi, þeirra eigin sæstrengi
út í þeirra eigin olíuborpalla og þeir fengu neitun frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þetta eru gríðarlega mikilvægar upplýsingar og ég velti fyrir mér í framtíðinni hvað muni gerast hér á landi, eins og hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson kom aðeins inn á áðan. Ég væri til í að heyra kannski frekari útlistun á því hvað gæti verið undir hér á Íslandi. Það er, ef maður veltir fyrir sér, felur þá valdaframsalið líka þá landgrunn hér við Ísland? Hvað er í því? Og þingmaður kom aðeins inn á þetta með málma í hafsbotni og slíkt, en allavega svona til að byrja með að velta því upp hvort að hann geti farið aðeins betur yfir hvað er undir ef við lítum á þetta mál. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, mig minnir, ég ætla ekki að fullyrða það, ég hef heyrt það hér í einum af fáum ræðum þeirra frá þeim aðilum sem vilja innleiða þessi mál hér, sem styðja málið, að einhver hafi sagt dettur mönnum virkilega í hug að við ráðum ekki okkar eigin efnahagslögsögu og eitthvað slíkt. Minnir að ég hef heyrt það hér og ætla þess vegna ekki að nefna þingmann sem ég held ég að sagt það, því ég er ekki nógu viss á því. En já, okkur nefnilega dettur það í hug, ekki síst þegar það er ljóst að það virðist skylda í Noregi. Nú er spurning hvort við getum fengið einhverja sérfræðinga til þess að kanna þetta. Það virðist skylda í Noregi með norsku efnahagslögsögunni og landgrunnið að þessar reglur gilda þar og það hlýtur þá að gilda Ísland. Það þýðir í mínum huga að ef að einstaklingur, fyrirtæki, vill reisa vindorkugarð, ég ætla bara að halda með það, vindorkugarð sem er bara Langanesi, og leggja það strax sæstreng til Skotlands og áfram selja orkuna hugsanlega til Evrópu, þá gildi þessi tilskipun landgrunnið og efnahagslögsöguna sem að styrkir væntanlega málatilbúnað viðkomandi óski hann fari hann í mál við íslenska ríkið út af því að til dæmis Orkustofnun hafi neitað leyfi eða þá að einhverjar aðrar hömlur séu reynt að setja á lagningu þessa strengs. Þannig ég held að það sé vel þess virði að skoða þetta. Varðandi svo framhaldið með efnahagslögsöguna og landgrunnið, að þá velti ég hér upp í andsvari við annan hv. þingmann að hvort að þetta gæti að skapa fordæmi ef við innleiðum þetta. Má líta svo á Norðmenn eftir innleiðingu hafi skapað fordæmi þar hjá sér varðandi einhvers konar aðra nýtingu í efnahagslögsögunni heldur en fyrir sæstreng. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Þetta leiðir mig að því að vitna til skrifa lögmanns Arnars Þórs Jónssonar á Facebook í gærkvöldi þar sem hann fjallaði fyrirvara og svo sæstreng. Og hann stendur föstum fótum að því að ef að íslenska ríkið reynir að standa í vegi fyrir því að strengur verði lagður, þá verði höfðað samningsbrotamál gegn Íslandi og ég vil kannski reyna að samtvinna þetta svolítið saman við það sem hv. þingmaður fjallaði hér í ræðu sinni áðan, að þá eru jafnvel lög Evrópusambandsins orðin æðri okkar eigin lögum. Og það þýðir í þessu sambandi að fordæmið kannski nú þegar liggur það fyrir með þessum dómi í Noregi og samkvæmt þessu minnisblaði frá því í apríl 2014 að það eru þarna mörg vafaatriði sem við þyrftum að geta fengið svör við vegna þess að landgrunnur Íslands ekkert annað en auðlindir, alveg eins og auðlindir á landi. Og það orðið vara? Það orðið vara á þessu sameiginlega evrópska
raforkusvæði. Hvernig lítur hv. þingmaður á það? Er þarna einhver samtvinnun að ræða? Allavega við þyrftum að geta fengið einhver svör til þess að komast aðeins áfram með þessi atriði. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, orkan sem kemur úr auðlindum okkar skilgreind sem vara og hana gilda þá sömu reglur og aðrar vörur sem þurfa að flæða frjálst samkvæmt fjórfrelsinu svokallaða. Ef við horfum á það í samhengi við vilja fyrirtækis og það fyrirtæki staðsett segjum bara í Þýskalandi, Danmörku eða hérna bara Noregi, vill reisa vindorkugarð á Íslandi, leggja sjálft sæstreng, flytja þaðan sína vöru sem það framleiðir sjálft á Íslandi, þá ekki hægt, og það samkvæmt því sem að minnst 4 lögmenn hafa bent á, þá getur Íslenska ríkið ekki komið í veg fyrir það nema að eiga þá yfir höfði sér samningsbrotamál eða brot á samningum um Evrópska efnahagssvæðið sem getur væntanlega þá annaðhvort leitt til skaðabóta eða mögulega bæði skaðabóta og skylda Íslenska ríkið þá til þess að leyfa viðkomandi lagningu sæstrengs og framvegis. En það alveg kristaltært og ég held að enginn hafi nú mótmælt því að orkan vara. Og það svo sérstakt að ef maður setur það í samhengi við það að það nú hvernig breytingin á pólitíkinni verður stundum að Vinstri græn sem hafa nú ekki viljað markaðssetja auðlindirnar, ekki viljað markaðssetja, ég vil segja náttúru Íslands, núna að stuðla að því að orkan, varan orka, fái ennþá meiri markaðslegt og sölulegt vægi heldur en áður og jafnvel tilbúin til þess að innleiða gerð sem að segja að landgrunnið og efnahagslögsagan skuli lúta sömu lögmálum. Það að segja að ekki megi koma í veg fyrir að þessi vara, markaðsvæðing orkunnar, að orkan geti ekki flætt yfir landamæri. Andsvörum lokið og hlé verður nú gert á þessum fundi til klukkan 21:45. Fundi frestað.